Ok, byrjum á því að fara yfir verkefnið. Heyrstu eitthvað í þessu? Ok, byrjum að fara yfir verkefnið. Það var spurning ákveðin það formulega. Vorum við ekki að tala um þennan. Já, spurningin er fyrst að þessi hérna. Sko, hérna er einhver user. Þetta er history. Nei, hvað er þessi? Þetta er historian. Þetta er unique user ID sem er einhver fárlegum strengur. Allir strengir hjá þeim, öll ID-in hjá þeim eru svona. Það er að vera með einhvern ID-gen eða þetta. Þannig að síðan vorum við með int í hérna, þannig að við bara breytum þessu yfir í það sama, þannig að þetta stemmi. Hvað var ég með þetta? Þannig að þetta bara stemmi, það verði bara hérna eitthvað svona. Þannig að ég breyti þessu bara eftir lýsingunni, þannig að komið fram bæði hvað var breytt og hérna af hverju það er. En er eitthvað fleiri atriði í þessu? Svo við tökum nokkra mínútur bara í að ræða skiljaverkefnið. Já, mjögulega, þannig að bara í þriðjölunum og við í afhverjum að það get users. Já. Max 100 við basic nations. Já. Returns number, já þá ég vil fá collection af userunum. Ég fá collection af userunum. Spurt hérna hvað þetta á að þýða. Sko, ég vil fá bara arraylista af userunum. Sko, ef þið skoðið history klassan, þá hérna, þetta er pagination support. Sem því það offset 0, það er bara fyrstu hérna frá byrjun til eitthvað og ef það væri 100 þá væri það frá 100 eitthvað slúins. En þannig að þetta er þannig að það þarf fleiri, það þarf bara arraylistan og eitthvað meira og einhverjar upplýsingar pagination supportið. Já. Sko, það sem að menn gera, vanalega þá í þessum skiljaverkefnum þá erum við að ignora þessa hluti og þetta er svo sem ekkert risastórt atriði í þessu verkefni en það sem menn gera vanalega það er að skilja, af því að þegar þú komið 10 miljón notendur þá getur ekki sótt bara hvað sem er, þú ert ekki að senda það yfir vírin í símtaki á viðkomandi, þú sendir boot. Því miður þá er misjafnt hvað databasearnir styðja í þessu en þú sendir yfirleitt bara, ég vil að fá fyrstu 5, birtir það í móbælnum og svo bara next. Það er oft sem að menn sækja einhvern buffer, næstu eitthvað og svo sækja þér í bakgrunni eitthvað annað þannig að þú lendir aldrei að hiksta. En það er ýmsar leiðir til að gera það, þú sækir aldrei 10 miljón notendur. Þannig að það var hugmyndin með þessu. En þetta var ekki, þetta er bara svona svipað eins og kíkið bara á history, það er eiginlega svipað. En það þýðir það að þið þurfum að hugsa svolítið upp hvernig ætlið að returna þessu. Því að það er nú þannig með Java að það returnar ekki 2 hlutum. Það returnar alltaf 1 hlut og það þýðir það að það þarf að vera eitthvað utanum þessa usera. Eitthvað data transfer object sem að ætti að koma hana nýtt inn. En þið finnum út af þessu, eitthvað fleiri spurningar? Sko eftir þennan fyrirlestur hérna þá ef að þið hafið einhver svona sem við viljum sína mér eða eitthvað svoleiðis þá er ég hérna til taks í það. Ég ætla líka að vera hérna í skólanum á morgun laugardag í fæ mér eitt kaffibolla hana frammi þannig að þið eru velkomið að kíkja þeim inn og eitthvað að meitleiti á þeirra tilkynningin ef að þið lendið í einhverjum vandræðum með eitthvað þá endilega kíkið ég bara við. Ef þið viljið spjalla þessa hluti þá hafið þið tækifæri þar. Heyrðu en já, það er síðan eitt hérna með þennan process. Er þið búin að gera dæmitíman? Dæmitíminn hann er svona process með svona feed handler drasli sem hefur ákveðin svona
kennslufræðilega merkingu og ykkur alveg sjálfsagt að nota þann mekanisma, en í þessari lýsingu er ekkert sem kemur fram sem segir að það þurfi að gera það, bara svo þið áttu ykkur á því. Hvað segir það? Jú, spurtir er hann ekki svolítið overkill? Ég held að hann sé overkill fyrir allt, en feedhandlerinn hann hefur þann tilgang að sýna fram á sko, það sem að gera þetta svolítið asnalegt í dæmitímanum er það að þú sækir allt klappið yfir netið og síðan byrjar að fýta það hérna þegar þú passar þetta, skilur við. Það, svona event mekanismi, hann hentar mjög vel þegar þú sækir ekki svona mikið í einu, skilur við. Það er að segja, ég vil bara prósessa dótið og meðan ég er að prósessa þá, eða meðan ég er að sækja það, þá fýta ég. Þannig að þú lest ekki milljón færslur inn í minnið og svo byrjar að fýta. Þetta er þannig að ég les bara einhverja tjönka og svo fýta ég tjönkanum, sko. En það sem við vorum að gera í dæmitímanum er að sýna fram á hvernig þú notar svona callback handlera í Java, þennan polymorfisma sem að virkar þar. En ég bara bendi á það að þessi liður, það er ekkert sem segir að þurfa að nota feed handlerin. Ég gruna margir munu gera það hins vegar, en það er ekkert æslegt til þess neitt sérstaklega. Já. Já, í hverju, hvað ertu að tala um? Já. Býtu, hérna, endurtaktu þetta. Já. Já, ég er með interface sem heitir feedreader, það er interface. Svo er ég með abstract klassa sem heitir abstract feedreader eða eitthvað svona eins. Svo er við hann, já. Spurt þarf ekki þennan abstract klassa? Nei, sko, í raun og veru þarf hann ekki, sko, en hugmyndin með abstract klassanum er nákvæmlega sama eins og við séð áður. Hann útfærir interfaceið og hann útfærir það í interfaceinu sem allir þurfa að útfæra, allir prósessor eða feedreader eða hvaða nú er þurfa að útfæra. Og það er meðhöndlurinn á dependency injectioni. Allir þurfa að gera það. Þannig við búum bara til layered supertype sem er þessi abstract gaur, abstract reader. Þannig að þeir sem er að búa til RSS reader eða XML reader eða JSON reader eða hvað er, þeir bara erfa abstract gæðan og fá frýtt þannig að dependency injection mekanisman sem að þarf að hvort er að vera, og í staðins að útfæra skilin og síðan að bæta við því sem að allir þurfa að gera. Þannig að hann er svona, layered supertype er svona convenience klassi fyrir alla í ákveðnu lagi.